þannig að verkefni dagsins að reyna að lýsa áhrifum þessa mikla fjölda innflytjenda sem hafa komið til Íslands á undanförnum árum á menningu og viðhorf hér innanlands og fyrst það svo margir félagsfræðingar hérna inni þá þetta á mörkum félagsfræði og hagfræði. Það innan hagfræði lagt áherslu á félagsfræðileg hugtök. Og það eitthvað sem heitir social capital eða félagsauður sem við getum sagt að í hverju landi fyrir sig hluti af þeim framleiðslu þáttum að þeir verið með hagfræði sem að land hefur. Við höfum hérna Ísland, við höfum náttúruauðlindir, við höfum hérna húsin og bílana sem eru hérna og önnur framleiðslutæki og svo höfum við menntun fólksins og hæfileika. En svo bætist við þessi félagsauður og þessi félagsauður þessar óskrifuðu reglur hvernig við hegðum okkur. En svo við hérna í þessum sal hérna, það ákveðnar reglur það hvað ég má gera og hvað þið megi gera. Ef þið hérna færu að lesa dagblöðin þá það ókurteisi. Ef þið færu í símana þá það svona í aðrinum. Og ég hérna, ég má gera sumt og annað ekki. Ef ég sýndi gríðarlega tilfinningar þá það skrítið. Eða pólitískar skoðanir, það væri skrítið. Svo við erum alltaf, hvert sem við förum, eru einhverjar óskrifaðar reglur, hvernig við eigum að hegða okkur. Og það gildismat líka, hvað mikilvægt í lífinu, hvað kennum við börnunum, hvað eiga börnin að leggja áherslu á í lífinu. Og svo þessi ofur mikilvæga breyta sem traust. Það sagt að það vanti traust í samfélaginu. En hin leiðin til að segja það að fólki sé ekki treystandi. Svo í hverju landi þá skiptir gríðarlegu máli að fólki sé sem mest treystandi. Að standi við orð sín. Það ekkert sjálfsagt mál og það mjög mismunandi milli landa. Og það hefur áhrif á efnahagslífið. Svo við tölum social capital eða félagsauð sem einn af framleiðslu þáttunum sem hefur áhrif á framleiðslu þá efnahagslegra gæða og einnig lífsfullnægingu fólks. Og þetta gengur í ættir, þess að við lærum frá foreldrum fáum okkur gildi sem að við tilleikum okkur frá okkar foreldrum. Og svo verðum við líka fyrir áhrifum frá umhverfinu, þess að vinirnir og skólinn, fjölmiðlar og annað hafa áhrif. En þessi ættgengu áhrif eru mjög sterk. Eins og sést til dæmis þegar það rannsakað hvernig gildi fólks sem komið að innflytjendum, eins og til dæmis rannsóknir á annarar kynslóðar Bandaríkjamönnum. Og það kom í ljós að gildi fólks sem fætt í Bandaríkjunum en eiga foreldra sem fluttu til Bandaríkjanna eru mjög tengd gildum í heimalandi, þar sem foreldrarnir fæddust. Eins og bandarískar konur sem eru komnar af fólki sem flutti frá Norðurlöndum hegða sér öðruvísi. En konur sem koma foreldrum sem koma frá Suður-Evrópu. Svo þessi gildi þau ganga í ættir. En svo verðum við líka fyrir áhrifum frá umhverfinu. Og þessi gildi hafa heilmikið áhrif á efnahagsstarfsemi. Eins og til dæmis munur á Suður-Ítalíu og Norður-Ítalíu. Svo Suður-Ítalía fátæk, Norður-Ítalía ríkt svæði og stór hluti af ástæðunni fyrir því að félagsauður minni á Suður-Ítalíu og skortir traust. Svo fyrirtækin eru meira innan fjölskyldu þar sem traustið en erfiðar að hafa stærri fyrirtæki. Það einn hérna skemmtileg greið sem ég man eftir. Hún tók gögn úr banka sem hafði útibú alla Ítalíu og athugaði fjölda veikindadaga. Svo bar saman fjölda veikindadaga hjá fólki sem vann í útibúunum í Suður-Ítalíu, Sikiley og
Norður-Ítalíu. Og þá kom í ljós að þá voru miklu fleiri veikindadagar í Suður-Ítalíu útibúanum heldur en Norður-Ítalíu útibúanum. En sami banki, allt eins að öðru leyti. Og svo kom í ljós að fólki sem flutti úr útibúanum á Suður-Ítalíu til Norður-Ítalíu, það var fólki sem hafði færri veikindadaga meðan var á Suður-Ítalíu, en fleiri en meðaltalið á Norður-Ítalíu. Þannig að þessi menningarmunur virtist lita hegðun fólks í vinnun, þess að hversu samviskusamur starfsmaður maður er. Virtist litast af menningu viðkomandi landsvæða. Og Banfield er þessi klassíska rannsókn á félagsauð á Suður-Ítalíu. Svo hérna félagsfræðingar, hvernig félagsauður verður til í samskiptum fólks, hvernig það mótar norm og hegðun og skrifaðar reglur til þess að ná ákveðnum markmiðum. Þarna, tengsl fólks og hvernig þessi félagsauður mótast í tengslu fólks sem hluta af verðmæti samfélaga. Það er ekki nóg að allir séu heiðarlegir, heldur þurfa samskiptin þá að einkennast af heiðarleika. Ok, en svo snúum okkur hérna Íslandi. Þá er spurning, hvernig hefur þá félagsauður Íslands breyst? Hvernig er hann að breytast vegna flóðbylgju innflytjenda? Svo hérna eru tölur fjölda fólks í landinu. Þá er hérna, þá sjá ég hérna efsta línan, heildarfjöldi fólks í janúar 2000, 1. desember 2019, 2024, svo breytingin og hraði fólksfjölgunar 8,2% hérna á milli 2019 og 2024. Og þá sjáum við innfæddum Íslendingum hérna frá 2019 til 2024 fjölgar 9.786. En fólki frá Póllandi fjölgar 4.883. Svo fjölgun Pólverja er cirka helmingur af fjölgun innfæddra Íslendinga. Svo bætist við hérna Litáen, 1.500 og svo Úkraína 3.700. Þá sjáum við að verulegur hluti af fólksfjölgun hérna er vegna innflytjenda. Til að Já, þú veist hvað það mynd, það sé grípið sér mynd á fjallinu. En fólk sé glærurnar, hvað er það? Það var að breyða hóttan. Já, það er það. Ég held að tíminn skiptir meira máli en ég segi mynd, er það ekki? Ok. Fljóðu og glærur. Ok, þannig að punkturinn er sá. Hérna er verulegur hluti fólksfjölgunar hér á landi er vegna aðflutningsvinnuafls. Það er minna vegna þess að Íslendingarnir sjálfir þeir innfæddir séu að fjölga sig. Svo í ljósi þess sem ég sagði áðan, þá hefur það áhrif á félagsauð, norm, gildi og skrifaðar reglur í landinu þegar að fólk frá öðrum menningarheimum flytur til landsins. Og þá spurning, hvernig verður hið nýja Ísland ef að það heldur áfram sem horfir? Fæðingartíðni Íslendinganna minnkar og fjöldi aðflutts fólks frá þessum löndum eykst. Svo við sjáum að 2/3 hluti fjölgunar 2020-2024 stafar að aðflutningi erlendra ríkisborgara. 10% landsmanna eru núna frá Póllandi, Litáen, Rúmeníu og Úkraínu. Og ef við lítum á gögn gildismat viðhorf fólks frá þessum heimshluta sem hægt að gera með því að fara bara inn á World Value Survey gagnabankann, þá sjáum við svona stóri línur eru þær að vinnan skiptir meira máli. Þetta eru óskrifuðu norm að vera í símanum, ekki símanum. Samskiptum við tæknumenn. Það er það sem það er. Það er hvernig það væri í. Já, segða til. Þannig að, ef maður bara í stórum dráttum, hvernig er þessi fólk frá þessum heimshluta, hvernig eru gildin öðruvísi heldur en gildi innfæddra Íslendinga? Og þá séð maður, það er meira áhersla á vinnu, að vera vinnusemi, samviskusemi, að kenna börnum dugnað, hlýðni og guðstrú. Guðstrúin skiptir meira máli þarna þessum heimshluta. Og almennt
íhaldssamari, svo traditional gildi, mikilvægi fjölskyldunar, hugsa aldraða foreldra og ekki hafa þá á stofnunum, að hugsa börnin en ekki sitja í dagvistun og þetta anstæðu fóstureyðingar. Þannig að þessi hefðbundnu, íhaldssömu fjölskyldugildi og vinna og guðstrú, þetta svona það sem að sker þennan hóp aðeins frá okkur. Og þetta ekki slæmt, þetta getur á innflytjendur sem eru vinnusamir og hliðnir og fara í kirkju, það ekki slæmt neitt við það. En ok, en það verið gerðar rannsóknir í hagfræði á á gildum og tengingum þeirra við efnahag þjóða og landshluta. Við hef gert nokkrar rannsóknir og fleiri og það kemur í ljós eins og við lítum á héruð í Evrópu að það fylgni á milli ákveðna gilda og þess að efnahagslífið gengur betur. Það lægra atvinnuleysi, meiri atvinnuþátttaka, hærri tekjur og svona þess. Og í þeim héruðum þar sem að best gengur, þá svarað í þessum könnunum, svarað að börnum sem kemst sjálfstæði, frumleiki, umburðarlyndi. Og í þessum löndum og landsvæðum mælist traust meira en annars staðar. Og það má segja að traustið sé forsenda þess að við getum kennt að krökkum sjálfstæði, frumleiki, umburðarlyndi. Þessi land þar sem maður hægt að treysta öðrum. Það kenna börnum meira að vera sjálfstæði í samfélaginu. Og þetta fer saman við að minna atvinnuleysi, meiri atvinnuþátttöku og lengri vinnutíma. En hins vegar, í þeim héruðum þar sem að verð gengur, þá eftirfarandi að fólk segist kenna börnunum hlýðni, svo obedience. Þetta er Suður-Evrópa, meira í Austur-Evrópu, minna í Norður-Evrópu. Og það má segja að þetta endurspegli skort á trausti í samfélaginu. En með samfélagi sem maður getur ekki treyst stofnunum eða fólki, þá endurspeglist það í því hvað við kennum börnunum hvernig við kennum börnunum hegða sér. Og í þessum héruðum þá minni atvinnuþátttaka, styttri vinnutími og svona þess. Og ég einu sinni raðaði upp héruðum í Evrópu eftir félagsauð sem mældur svona. Þannig að bestu héruðin það sem mest traust, það sem að krökkunum kennt sjálfstæði og standa á eigin fótum. Og það voru bestu héruðin við í Danmörk og Svíþjóð, lágt atvinnuleysi, hár mældur félagsauður svona. Og svo Suður-Evrópa var með minni félagsauð og Austur-Evrópa með enn minni. Svo vestu héruðin ef við sem að flytja einhvern, þá það staður í Búlgaríu sem ég hef aldrei komið til og einn í Rúmeníu og svona þess. Þetta eru þá þessi hér. Þannig að þá tölum við félagsauð sem hefur áhrif á efnahagslífið, hann sé minni á þessum stöðum til hægri og meiri í Danmörku og Svíþjóð. Og hérna kort af heiminum það sem það lýst traust annars vegar og hins vegar umburðarlyndi. Svo virðing fyrir náunganum, hvernig það mismunandi eftir löndum. Þetta er ekki mjög skýr mynd, en þið sjáið, Skandinavía mjög há og Norður-Evrópa, Holland, Danmörk, Svíþjóð, Finnland. Þetta er svona hápunkturinn. Kanada, ekki langt á eftir, og Ástralía. Svo Suður-Evrópa. Svo kemur Úkraína, hluta Austur-Evrópu. Suður-Ameríka mjög lágt skrifuð og Afríka. Já. Gínea-Bissá hvar hún hérna? Hér. Nálægtari. Já. Það er ekki punkturinn. Já, þannig að þú sér, það eiginlega alveg botninn hérna. Svo. Það var stjórnvöld. En ekki innbyrðis. Treystið fólk innbyrðis. Nei, ekki.
Já. En allavega þetta heimskort af trausti og umburðarlyndi endurspeglar líka frammistöðu efnahagslífi. Þessi efnahagsstarfsemin, hún gengur best í Norður-Evrópu og Bandaríkjunum og Ástralíu. Svoleiðis verr í Suður-Ameríku og Afríku. Svo þá er spurningin orsakasamband. Og ein sagan væri svo að þessi félagsauður sem í Norður-Evrópu, hann síðan fluttist til Bandaríkjanna, svo Bandaríkin hafa félagsauð Norður-Evrópu þjóðanna pluss náttúruauðlindir Bandaríkjanna sem gerir þetta land að stórveldi. Sama þessi félagsauður flyst til Ástralíu, Nýja-Sjálands, svoleiðis, já. Það er ein kenning samkeppni þjóða er að þessi svona darwinísk samkeppni í gangi. Hvaða lönd og heimshlutar hafa félagsauð sem er betri en önnur. Eins og í dag erum við með vestrið virðist vera á móti Rússlandi, Kína og Íran og svo segjum er þessi hvor hópur samfélaga er líklegri til þess að þrífast til langs tíma. En ég sé að Kína, hún stendur nokkuð vel hérna, þar er töluvert traust. Svo þessi menningarheimur hann er dekkri hérna í Rússland. Já. Alright, svo komandi hagfræði, þá er traust og það að manni sé treystandi gríðarlega mikilvægt fyrir efnahagslífið. Því að gerir alla samninga auðveldari. Það þarf ekki sama eftirlit, það þarf sama regluverk. Það er hægt að treysta stjórnvöldum, treysta reglunum, að treysta öðru fólki. Þá hefur það bein áhrif á efnahagsstarfsemina. Og allt samskipti fólks verða mun auðveldari. Og líka mikilvægt fyrir góða stjórnarhætti að embættismannastéttinni sé að treysta henni, stjórnmálamenn standi við það sem þeir segja. Já, það væri mikilvægt, það var svo væri. Og hérna sjáum við samanburð á nokkrum löndum, það segja Danmörk sem er á toppinum yfirleitt, Ísland og svo þessi lönd þaðan sem að flestir innflytjendur koma hingað til lands. Litáen, Rúmenía og Úkraína. Svo setti ég Venezuela hérna því að það hafa komið margir þaðan undanfarið þó að hópur þeirra sé nú ekki mjög stór sem hlutfall á heildinni. Þá sjáum við hérna fyrsta línan er sagt flest, maður á að svara maður sammála því að maður getur treyst flestu fólki. Og sjáum við Danmörku er mjög hátt, 73,9% er sammála því að flestu fólki sé treystandi. Hér er það lægra, 62,3%. En þið sjáum að í þessum löndum er þetta mun lægra. Þau koma úr þjóðfélögum þar sem að reynilega menn fara varlega í samskiptum með annað fólk. Og Venezuela hérna mjög lágt. Þannig að það er minna traust sem getur endurspeglað þau þjóðfélög sem fólki kemur frá. En það er þá eitt sem að aðgreinir þessi lönd frá okkur. Svo uppeldi barna, fyrsta spurningin er hérna kennum við börnum að vera sjálfstæð og fyrsta línan er já það er mikilvægt að kenna börnum að vera sjálfstæð. Og í Danmörku er það 75,9% sem segja já við kennum börnum að vera sjálfstæð, standa á eigin fótum. Hérna 81,9%. En mun lægra í Pólandi, Rúmeníu, Úkraínu, Venezuela. Og hún er hátt í Litáen, þannig að þessi þrjú lönd hérna sem skera sig úr. Svo næsta spurning er að kenna börnum að hafa ímyndunarafl, að frumkvæða ímyndunarafl. Og þá er 35,2 í Danmörku, 29,9 í Íslandi og lægra hérna í öllum hinum löndum. Síðan umburðarlyndi og virðing fyrir öðru fólki, það er mjög hátt í Danmörku og Íslandi en ekki svo lágt í hinum löndunum en þó lægra hérna í Pólandi er nokkuð hátt, Rúmenía og Úkraína lægra.
Þannig að sko, stóra myndin er svo að hjá Danmörk, Ísland, það væri hin Norðurlöndin, er meira áhersla lögð á kennakrökkum að vera sjálfstæð, sýna frumkvæði og umburðarlyndi. En varðandi hlýðnina, að kenna krökkum að vera hlýðin, þá er það mjög lágt hérna, 10% segja það sem mikilvægt. En mun hærra í Úkraínu, Venezuela, Pólandi tvöfalt hærra, Rúmenía líka lág hérna. Svo samantektin getur verið svo að þessi flóðbylgja innflytjenda, hún muni smá saman hafa áhrif á félagsauð hér á landi, menningu, viðhorf okkar lands. Með því að innflytjendur eru yfirleitt eins og við sjáum vinnusamir. Ég var bara að tala við einn innflytjanda rétt áðan frá Pólandi og hann er búinn að vera hérna í 2 ár, alltaf að vera 1 ár í viðbót. Hann er að byggja sér hús í Pólandi fyrir launin sem hann fær hér, sem eru held ég ekki mjög há, en gríðarleg vinnusemi og sparsemi, svo þetta er allt til fyrirmyndar, en íhaldssamari gildi, svo íhaldssemi varðandi mikilvægi fjölskyldunar, og svo líka íhaldssemi varðandi afstöðu til fólks með mismunandi kynhneigðir, þess að minna umburðarlyndi að því leyti. Og leggja ekki eins mikla áherslu á sjálfstæði, frumleika og umburðarlyndi í uppeldi barna, leggja meiri áherslu á að kenna börnum hlýðni. Hlýðni, guðstrú, vinnusemi, þetta er þessi gildi sem er að koma þarna inn. En þeir munu smá saman breytast í rás tímans, frá einni kynslóð til annarar og þetta verður einhver grautur á öllu saman sem að það togast aðeins í áttina að gildum innflytjandana sem að hvorki gott í slæmt, en það verður þá þannig og ekki yfir neina kvarta. Það er reyndar ekki hægt að hugsa sér betri innflytjendur held ég, en þeir sem að eru vinnusamir og fara að lögum og reglum og hlýðni við lög og reglur. Og það hefur ekki guðstrú hefur ekki skaðað neitt held ég. Ok. Já, deilum það núna.